Þá erum við komin á þann lið í dagskránni sem kosning kjörnefndar, þá samkvæmt óbreyttum lögum. En þetta liður sem var frestað á aðalfundinum 20. október síðastliðið og þessu var frestað fram yfir lagabreytingar. Svo ég vil biðja formann kjörnefndar að koma og gera grein fyrir ykkar tillögum. Jón, gjörðu svo vel. Ég ekki formaður kjörnefndar, ég talsmaður kjörnefndar. Allt í fína. Kjörnefnd dregur tilbaka þann lista sem hún lagði fram þann 20. október í ljósi þess hvernig umræður voru og hvernig umræður hafa verið. Hún dregur kjörnefnd þann lista tilbaka í heilu lagi og felur málið í hendur fundarins. Fundurinn getur hér með tilnefnt fólk í kjörnefnd eins og hann vil hafa það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta og ég biðst afsökunar á því að hafa titlað þig vitlaust, talsmaður kjörnefndar. Þá verð ég að óska eftir tilnefningum úr sal. Okkur vantar að manna hérna 5 manna kjörnefnd. Stungið upp á Guðjóni Sigurðssyni. Guðjón, tekur þú þeirri uppástungu, tilnefningu? Nei, ekki eftir lýsingarnar á mér áðan. Þá held ég að mér sé varla treystandi í það vandasama verk. En takk fyrir traustið. Takk fyrir þetta. Ekki einhverjir sem að gefa kost á sér til starfa í kjörnefnd? Já. Ég skora bara á þessa uppstillingu sem að kjörnefndin kom með, sem liggur hérna fyrir fundunum frá því síðast, að gefa sig fram og taka tilnefningu í kjörnefndina á næsta ári. Það eru nokkrir búin að taka til máls. Já, Hjördís, varst þú ekki fyrst? Ég vil skora á Guðmund Ingason frá Félagi heyrnarlausra. Já, það eru komnar hérna nokkrar uppástungur, annars vegar uppástunga það að þeir sem að kjörnefnd hafði stungið upp á í nefndina gæfu kost á sér og hins vegar Guðmund Ingason. Eru fleiri sem eða já. Gefur þetta fólk sem að hér hefur verið stungið upp og kost á sér og bara til þess að það fara nú ekkert á milli mála hverju það eru, þá voru það þeir sem að kjörnefndin hafði upphaflega lagt til voru Albert Ingason frá Spóex, Dagný Erna Lárusdóttir frá SÍBS, Jón Þorkelsson frá Stómasamtökum Íslands, Sigurbjörg Ármannsdóttir frá MS-félagi Íslands og Sigurður Rúnar Sigurjónsson frá SÍBS. Eru allir þessi einstaklingar í salnum? Já.
Þeir eru í salnum. Og þeir gefa allir kost á sér. Ok, þá höfum við það, pluss einni viðbót. Þá setjum við þessi niður hérna og þá verður það bara En eru fleiri sem að gefa kost á sér? Það voru fleiri hendur á lofti hér áður en var það ekki? Já. Mér langar til að stinga upp á Ingólfi Má Magnúsinni frá félaginu Heyrnarhjálp. Já, takk fyrir það. Ingólfur, gefur þú kost á þér? Já. Fleiri uppástungur? Rittarinn er að skrifa. Meðan að ritarinn er hérna að ganga frá kjörseðlinum eins og hann mun líta út, er þá einhver sem vill nýta tækifærið á síðustu stundu og bjóða sig fram. Bára er, já. Þar sem að fulltrúarnir hafa breyst talsvert mikið frá því við vorum hérna síðast 20. október, þá er mér sagt að venjan sé á auka aðalfundi þegar kemur til kosninga, þá sé aftur nafnakall og ég ætla því að hefja nafnakall hérna þannig að satt framboðsfrestu, honum er hér með lokið, lokað fyrir fleiri framboð og við hefjum þá kosninguna með nafnakalli. ADHD samtökin, Drífa Guðmundsdóttir, María Danielsdóttir, Sigurvin Lárus Jónsson, Ás Styrktarfélag, Karl Þorsteinsson, Guðrún Þórðardóttir, Þóra M. Þórarinsdóttir, Blindrafélagið, Halldór Sævar Guðbergsson, Kristinn Halldór Einarsson, Marja Kajsa Mattíasson, Blindravinafélagið, Gísli Helgason, FAS, Samtök aðstandenda Alzheimer-sjúklinga, Fanney Proppé Eiríksdóttir, Ragnheiður K. Karlsdóttir, Svava Aradóttir, Félag CP á Íslandi, Björn Valdimarsson, Klara Geirsdóttir,
Linda Björk Hilmarsdóttir. Félag heyrnarlausra, Guðmundur Ingason. Heiðdís Dögg Eiríksdóttir. Hjördís Anna Haraldsdóttir. Félag lesblindra á Íslandi, Guðmundur Skúli Jónsson. Fyrirgefðu. Ekki, nei. Einar Hrafn Jóhannsson. Snævar Ívarsson. Fyrirgefðu. Ekki mættur. Snævar, ertu hérna? Já, forföll, ég sé það hérna, afsakið. Félag nýrnasjúkra, Hannes Þórisson. Kristín Sæunar og Sigurðardóttir. Vilhjálmur Þór Þórisson. En þá Jórunn Sörensen? Nei. Fjóla, félag fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, Ágústa Gunnarsdóttir. Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra, Ásta Björk Björnsdóttir. Jón Gunnar Jónsson. Geðverndarfélag Íslands, Kjartan Valgarðsson. Margrét Stefánía Jónsdóttir. Kristín Gyða Jónsdóttir. Gigtarfélag Íslands, Aðalbjörg Þorvarðardóttir. Emil Thoroddsen. Einar S. Ingólfsson. Kristín Magnúsdóttir. Sigrún Jóna Sigurðardóttir. Magdís Grímsdóttir. Heyrnarhjálp, Daniel G. Björnsson. Klara Matthíasdóttir. Ingólfur Már Magnússon. HVV Ísland, Alnæmissamtökin á Íslandi, Ingi Hans Ágústsson. Svavar G. Jónsson. Hugarfar, Hallfríður Sigurðardóttir. Lauf, Landssamtök áhugafólks um flogaveiki, Brynhildur Artúrsdóttir. Fríða Bragadóttir. Helga Sigurðardóttir. Málbjörg, Árni Heimir Ingimundarsson. Guðbjörg Ása Jónsdóttir Huldudóttir. Afsakið. Árni Heimir Ingimundarsson. Já, ég biðst afsökunar á þessu. Guðbjörg Ása Jónsdóttir Huldudóttir. Mál Efli, Elva Rún Arnardóttir. Kristín Guðlaug Guðfinnsdóttir. MG félag Íslands, Bryndís Theodórsdóttir. Pétur Ágústsson. MND félag Íslands, Guðjón Sigurðsson. Ægir Lúðvíksson. MS félag Íslands, Berglind Guðmundsdóttir. Garðar Sverrisson. Sigurbjörg Ármannsdóttir. Parkinson samtökin á Íslandi, Guðbjörg Jónsson. Hrafnhildur Sigurðardóttir. Margrét S. Gunnarsdóttir. Og Ólína Sveinsdóttir varamaður.
Samtök sykursjúkra, Marino H. Þórisson. Ómar Geir Bragason. Sigríður Jóhannsdóttir. Þorgeir Örn Elíasson. Sem Samtök endurhæfra mænuskaddara, Arnar Helgi Lárusson. Guðmundur Magnússon. SIBS, Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga, Björn Ólafur Hallgrímsson. Dagný Erna Lárusdóttir. Frímann Sigurnýjarsson. Óðinn Logi Benediktsson. Sigmar B. Hauksson. Sigurður Rúnar Sigurjónsson. Sjálfsbjörg, Landssamband fatlaðra, Ásta Dís Guðjónsdóttir. Grétar Pétur Geirsson. Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir. María Óskarsdóttir. Nei, það annar fulltrúi hérna sem kemur í stað hennar. Já. Hannes Sigurðsson. Einmitt. Spóex, Samtök psoriasis og eksem-sjúklinga, Albert Ingason. Elín Helga Hauksdóttir. Erna Arngrímsdóttir. Sigurður Bjarnason. Fyrirgeðu, ég heyrði ekki. Já. Stómasamtök Íslands, Eva Bergmann Guðlaugsdóttir. Inge Rós Jónsdóttir. Jón Þorkelsson. Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, Bryndís Snæbjörnsdóttir. Hörður Sigurðsson. Nei. Vilmundur Gíslason. Túrætt-samtökin á Íslandi, Arna Garðarsdóttir. Erla Sólrún Valtýsdóttir. Sigríður Anna Ásgeirsdóttir. En varamaður Guðbjörg Þorsteinsdóttir. Umsjónarfélag einhverfra, Katrín Hrefna Jóhannsdóttir. Sigríður Sigurjónsdóttir. Vonin, nei. Heyrðu, þetta eru þá þeir sem að... Já, þá nafnakall farið fram. Nú verður að vera þannig að það eru 2 atkvæðaseðlar og það er nú þekkt hérna svo að Sigurður R. Sigurjónsson, hann verður númer A á einum atkvæðaseðlunum. Það er sem 2 atkvæðaseðlar, það er allir hér sem fram að Sigurður R. Sigurjónssoni, hann verður á sér atkvæðaseðli og það númer A. Þetta verður að vera svona vegna hönnunar á atkvæðaseðlunum og þetta hefur nú verið gert með þessum hætti áður. Það er allir sem hafa skilið þetta. Ef að lesa nöfnin, getur þú byrjað á númer 1. Það er sem sagt Albert Ingason er í A, Dagný Erna Lárusdóttir, B, Guðmundur Ingason, C, Ingólfur Már, D, Jón Þorkelsson, E, Sigurbjörg Ármannsdóttir, F og Sigurður Sigurjónsson í A á sér seðli. Og núna ætla ég að biðja starfsmenn að dreifa atkvæðaseðlum og framkvæmdastjórinn kemur eitthvað hérna. Nú, við viljum fá að við lesa þetta aftur og segja frá hvaða félögum er. Það er sem sagt A er Albert Ingason frá Spóex, ég mun að fá hjálp. Dagný Erna Lárusdóttir frá SIBS, Guðmundur Ingason frá félagi heyrnarlausra, Ingólfur Már Magnússon frá Heyrnarhjálp, Jón Þorkelsson frá Stómasamtökum Íslands og Sigurbjörg Ármannsdóttir frá MS félagi Íslands og svo A á sérseðli Sigurður Sigurjónsson frá SIBS. Þá ætla ég að biðja starfsmenn að dreifa seðlum.
Hafa allir fengið seðil? Nei, ok, það er verið að dreifa. Hafa allir fengið seðla núna? Nei. Nó. Ok, þá bara slöppum við af. Ég ætla aðeins að fara yfir þetta aftur þegar allir eru búin að fá seðlana, svo að við séum allir með þetta á hreinu. Bíðið aðeins, það er verið að dreifa seðlum ennþá. Já. Já. Þú sagði að Sigurður tímaverðum en á. Býtu, mikrofón, svo allir heyri. Fundarstjóri, ég verð að gera athugasemd við þessa fundarstjórn hjá þér. Sko, við erum með 2 hérna atkvæðaseðla og þú sagðir að það verður A, B, C, D, E, F, en hinir seðlarnir eru merktir G, H, I, J, K, L. Hvað er Sigurður Rúnar Sigurjónsson? Er hann á G? Já, fyrirgefðu, þetta er nú kannski ekki alveg fundarstjórn að kenna, þetta er svona hönnun á kjörseðli, það er verið að skoða þetta. Ekki verið að klína þessu á aðra. Ég segi bara það sem ég var sagt í þessu máli, sko. Eru allir búin að fá seðla núna, sem sagt? Nei, það er ekki. Það er allir konir með seðil. Nú. Það er rétt yfir henn sem er ekki komið með seðil. Bára er að leita að ykkur. Já, þarna er þetta borð. Bára, það er hérna líka, er það ekki? Þetta borð. Rétt upp henn þeir sem hafa ekki fengið seðla. Það er engin hend á lofti núna. Þá er þetta þannig að hann verður þá G á einu seðli. Þá er þetta þannig að þið hafi fengið 2 seðla og á öðru seðlinum þá er þarna nöfn á bakvið A, B, C, D, E og F og svo einum seðli er eitt nafn sem er merkt G og það er Sigurður Sigurjónsson. Það er hérna einhver hendur uppi. Hvað segirðu? Já, það er farið fram á það að fólk kynni sig að því að það er ekki allir sem þekki alla, geta ekki tekið afstöðu til málsins. Er ekki vilji fundarins að við lefum kynningum? Við höfum þetta þá eins og við gerðum hérna síðast þegar voru kosningar að menn fá hægst 2 mínútur til þess að kynna sig hver einstaklingur
og þeir sem vilja kynna sig, menn mega nú alveg það er ekki skylda sem sagt. En við byrjum þá fólk að bíða með að kjósa, af því að það hefur verið farið fram á það að menn fá að kynna sig. Þá byrjum við að spyrja Albert Ingason, vilt þú fá tækifæri til þess að kynna þig? Albert Ingason. Albert Ingason vill ekki tækifæri til þess að kynna sig. Já, Albert, það vill ykkur fá að sjá því samt, hver þú ert. Ég get ekki neitt menn til þess að kynna sig. Hann ætlar að koma hér upp og segja nafn sitt og sýna sig. Ég held að allir þekktu alla hérna, en það er ekki. Góða kvöldið, Albert Ingason heiti ég. Ég hef starfað í samtökum Psoriasis og Exem samtakana og starfað núna undir bara félagsmaður, en hef starfað sem formaður þar í 2 ár. Við fengum svo heldur röska stúlku til að taka við þessu, þannig að maður sér ekki fært að vera þar áfram. Árni, ég er í félaginu hjá þínu. Þar átt hann að sjálfsögðu við SFR. Dagný Erna Lárusdóttir. Dagný, hún er komin með mikrofón hjá. Ég er Dagný Erna Lárusdóttir og formaður SBS. Það bara stendur svo illa á hjá mér núna. Ég bæði held ég sem hálsbólgu og að fara heim, og svo ég svona bara þessa dagana í hjólastól. En ég er sem sagt formaður SBS og búin að vera það núna að byrja 3. árið mitt og hef haft mikla ánægju af þessu starfi. Ég ætla ekki að segja meira, ég er bara óttalegur ræfill núna. Takk fyrir. Já, þakkum Dagný fyrir. Þá er það Guðmundur Ingason. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl, ég heiti Guðmundur og þetta er nafnið mitt á táknmáli og ég er varaformaður félags heyrnarlausra, en hversdags þá vinn ég sem rafvirki og vinn líka við að flytja ykkur sjónvarpsfréttirnar, því að við örugglega séð mig þar, ekki satt? Þá erum við komin að Ingólfi Már Magnússyni. Ingólfur, hann er að gera svo vel. Komið sæl, Ingólfur Már heiti ég og er núna varaformaður Heyrnarhjálpar og hef starfað íþrótta- og félagsmálum í nokkra 20 ára og hef kostað mér í þetta núna. Takk fyrir. Þá er það Jón Þorkelsson. Og ef einhver hefur ekki séð mig í kvöld, þá lít ég svona út. Ég er búinn að vera formaður Stómasamtakana í 5,5 ár, búinn að sækja aðalstjórnarfundi í Öryrkjabandalaginu lengur held ég og aðalfundi lengur inn í Kærum við mömmuna. Takk fyrir. Þetta gengur bara vel. Sigurbjörg Ármannsdóttir. Já, má ég ekki bara vera hér? Jú, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég heiti Sigurbjörg Ármannsdóttir og ég kem frá MS-félaginu. Ég var formaður þar í 6 ár og búin að vera viðloðandi þar síðan einhvern tímann rétt eftir miðja síðustu öld eða svoleiðis. Ég er búin að vera 2 ár hérna í kjörnefnd, haft alveg ótrúlega gaman að því og við erum búin að koma okkur upp afskaplega góðum vinnubrögðum og erum stolt af því, þannig að ég ætla að gefa kost á mér áfram. Takk fyrir. Og þá að lokum Sigurður Sigurjónsson. Já, ég heiti Sigurður Rúnar og kem frá SBS og hef starfað hjá Berklavörnum og var áður formaður samtakana. Takk.
Já, þá erum við búin að fá kynningu og þá aðeins bara kosninguna. Það sem sagt, það á að kjósa 5, það eru 7 í boði, þá merkja við 5. Eru einhverjar spurningar varðandi kosninguna? Ef svo ekki, þá gjörðu svo vel að kjósa. Það búið að safna öllum kjörseðlum saman áður en menn standa upp. Ykkur enn með kjörseðil? Við förum þá fram á teljum en við ætlum sem sagt að telja bara þá í matartímanum, gefa matarhlé hér og nú, samkvæmt dagskrá, þá byrjum við aftur 8:30. Ég minni á að menn setji á borðin fyrir framan sig matarmiðana sína svo að þetta geti gengið hratt fyrir sig. En sem sagt við bara gefum matarhlé og byrjum aftur klukkan 8:30 með niðurstöður úr kosningunum. Takk.